Í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir hvernig við nýtum söluverðslista þegar við erum að gera gjaldskrárbreytingar og þetta gildir söluverð og línuafslætti á vöruafsláttaflokkum, forðaflokkum og öllum þjónustukostnaði. Við förum í leitagluggann og sláum inn söluverðlisti. Þá birtist listi yfir alla þá söluverðslista sem eru til í kerfinu. Upphaflega er þá eingöngu einn í grunninn, S0001, sjálfgefinn verðlisti, en auðvitað ef að fólk er farið að vinna með verðlistana þá náttúrulega eru einhverjir hér. Gott er kannski að minnast á að í uppsetning sölugrunns að þá er hægt að vera með einhvern fastan verðlista sem alltaf er sótt í, og eins og í þessu tilfelli er sjálfgefinn verðlisti er S0001, en það er ekki nauðsynlegt að hafa eitthvað í þessum reit, sérstaklega ef að farið er að nota fleiri söluverðslista. Ef við skoðum aðeins nánar þennan söluverðslista S0001, þá sjáum við að hann er ótímabundinn og hann inniheldur gildandi söluverð fyrir forða sem voru lesnir úr BC14 við yfirfærslu. Söluverðlistin hér hefur engan upphafs- og lokadag og inniheldur söguleg verðgildi forðana með þá upphafs- og lokadagsetningu niður á forða, en við erum síðan einnig með, eins og ég nefndi áðan, við getum verið með vörur, forðaflokka og vöruafsláttaflokka hérna inni. Vert er að minnast á að sölugrunnurinn eða kerfi sjálft leitar ávallt í öllum virkum söluverðslistum og einnig leitar hann alltaf að besta verðinu, þannig að það er mjög mikilvægt að huga að upphafs- og lokadagsetningu á hverjum söluverðslista. Þegar vinna við gerð nýrra söluverðslista er hafin, þá er gott að gefa sér smá tíma og ákveða hvernig uppbyggingin á að vera. Eins og í þessu tilfelli þá settum við bara öll verð og alla forða inn í einn söluverðslista, en spurning hvort að það sé nýr söluverðslisti niður á hverja gjaldskrá eða út frá viðskiptareikningunum. Það er svona bara forsendur sem að fólk þarf aðeins að skoða og ákveða. En núna ætlum við að búa til nýjan söluverðslista frá grunni. Við smellum á nýtt, förum aðeins yfir hausinn sem er hérna, við setjum lýsandi kóða, segjum að þetta sé leikskóli fyrir 2026 og þetta er þá gjaldskrá fyrir leikskóla 2026. Við setjum þetta á alla viðskiptamenn og þetta veljum hér verð. Við myndum líklegast nota verð og afslátt ef við værum að gera gjaldskrá fyrir kannski íþróttamiðstöðina eða eitthvað þannig, en þá náttúrulega myndum við einnig velja innlendir viðskiptamenn hér og haka í verð með virðisauka. En við erum ekki að gera það núna, þannig að við höfum þetta svona. Staðan er drög meðan við erum að vinna í söluverðslistanum. Við þurfum ekki að gera neitt hérna í gjaldmiðilskóðanum, og í upphafsdagsetningu og lokadagsetningu er flott að gera bara 1.1. og 31.12. og þá fylgja allar vörurnar sem að koma hérna, vörurnar eða forðarnir, allar fylgja þá þessari dagsetningu. Við hökum svo í alla möguleikana hérna og skoðum núna hvernig við færum forðana inn.
Ef að nýja gjaldskráin inniheldur ekki marga vöruliði, þá náttúrulega einfaldast að bæta bara hverri línu við bara handvirt, og sem dæmi í þessu tilfelli með leikskólan, við værum þá með forða sem er hér og við bara getum handslegið öllu inn sem á verðinu. En ef að það eru margar línur sem eiga að koma inn, þá eru nokkra leiðir góðar, mjög hentugar fyrir það. Önnur leiðin er hér að afrita línur, og við myndum nota þessa aðgerð ef að það er til staðar eldri verðlisti. Þá í raun gætu við bara sótt hann hér og unnið út frá honum. Einnig væri þá hægt að velja úr honum ef við viljum fara niður á ákveðnar vörur, ekki taka allan verðlistan, að þá gætu við farið hérna í forða, tekið ákveðnar vörur með okkur yfir, tekið verðin, og hér myndum við þá setja síðan dagsetningu á verðinu. Leiðréttingastuðl virkar þá sem dæmi ef við værum með verð frá 2025 og erum að hækka kannski verðskrána 3% eða 5%, þá myndum við gera 0.03 og sléttuna aðferð er 1, og þá myndu öll verðin koma inn í kerfið sem 3% hærra en verðlistinn 2025 væri að sína. Hin leiðin væri að smella hér á tillögulínur. Þetta er samskonar virkni en ekki alveg eins. Við gerum þá alveg eins áður, við veljum forða og við höfum dagsetninguna. Við þurfum ekkert að hugsa leiðréttingastuðlina, sléttunaðferðin. Förum hér í afurðasíðuna og hér eru þá forðarnir sem við erum að sækja. Við myndum þá 0,400 og tökum bara 115 og gerum í lagi. Munurinn á þessari aðferð og hinni er raun að hér koma þá upplýsingarnar forðan, forðanúmerið og lýsingin og mæleiningin, en hér kemur ekkert verð. Þannig að ef við stofnum allar línurnar á þennan hátt, þá sjáum við svo hér, þá eru allir forðarnir komnir en einingaverðin er á 0, þannig að hér þarf að hansla það inn. Þannig að við í raun mælum með því að ef það er til söluverðslisti, þó svo að hann sé bara eins og þessi stóri sem heitir S00001, að nota hann og afmarka sig í gegnum þann lista. Færum við hér í forða, myndum fara þá í 0,415 stjarna, viljum sækja verðin, gerum hérna sléttunaðferð almennt 0 og sækjum verðlistan og þá eru verðin komin hérna. Þú getur svo endurtekið þetta ferli eftir þörfum, sem dæmi ef að þú ert með fleiri leikskóla og vilt taka þá bara einn í einu, að þá getur þú gert þetta flæði alveg eins og sótt hina forðana fyrir hina leikskólana og unnið með þá hér. Síðan í lokin, þegar þú ert búin að laga öll verðin, að þá breytur stöðunni í virt og í framhaldinu er þá verðlistinn orðin virkur í kerfinu.